Já, vinir, komið sæl. Síðast þegar ég var hérna hjá okkur, þá var ég að tala hann Tómas, efasemdamanninn mikla, hann Tómas. En nú ætla ég að tala annan efasemdamann, og það hann Sál, sem að síðar var kallaður Páll. Hann var mikill efasemdamaður. Og hann var ekki að fara að trúa einhverjum sögusögnum að einhver hafi risið upp úr gröfsinni. Hann var ekki tilbúin til þess. Enda mundi það kalla á gríðarlega breytingar fyrir allt hans líf. Og það ekki auðvelt að umbylta öllu lífi sínu. Umbylta öllu því sem þú hefur alla tíð trúað. Og fyrir utan það að hann sá fyrir sér einhvers konar ógn af þessu samfélagi. Ógn við samfélagi sem hann elskaði. Og hann vildi standa vörð þetta samfélag sitt. Og hann hefur verið sagður einn mesti trúboði sem kirkjan hefur séð. Og þegar við skoðum þetta í Póstulursögunni í 9. kafla, að þá erum við að skoða sennilega næst mikilvægasta atburð í Nýja testamentinu. Og af hverju segi ég það? Nú að sjálfsögðu þá var mikilvægasti atburður Nýja testamenti sem var dauði, grefturinn og upprisa Jesú. Og án þess hefðu við ekkert. Og við hefðum ekki neitt án upprisu frelsara okkar. Svo það að sjálfsögðu var mikilvægasti atburðurinn í sögu kirkjunar og Nýja testamentisins. En ég held að annar mikilvægur atburður í Nýja testamentinu sé það sem við erum að skoða núna. Það er Sál, sem ofsækir kirkjuna, en var síðan Páll, predikar í fagnaðarins og mesti trúboði sem kirkjan hefur nokkurn tíma séð. Og hvers vegna er það svona mikilvægt? Vegna þess að hann er sá sem skrifar 13 af 27 bókum Nýja testamentisins. Hann fyrir 3 trúboðsferðir til að koma fagnaðarindinu Jesú Krist til alls hins rómverska heimsveldis. Þannig að starf hans var gríðarlega mikilvægt. Og hvernig vitum við að það var mikilvægt? Ekki aðeins vegna þess að hann skrifa næstum helmingin af Nýja testamentinu og ekki aðeins vegna þess að hann lagði grunninn að kristinni kirkju, heldur vegna þess að það er meira lagt upp úr sinnaskiptum Páls í Nýja testamentinu en nokkrum öðrum atburði af einum undaskildum, og þú veist hvað atburður það er sem vakti meiri athygli en þessi umskipti hans. Það er dauði, grefturinn og upprisa Jesú Krist. Og við sjáum það koma 3 sinnum fyrir í Póstulursögunni alla frásögnina af sinnaskiptum Páls í smáatriðum á 3 mismunandi stöðum, kafla 9 og kafla 22 og kafla 26. Og það sýnir okkur hversu mikilvægur þessi atburður er. Og það er þegar eitthvað er endurtekið í Biblíunni, að þá er það mikilvægt. Svo við skulum skoða það nákvæmar hvað í þessu felst, þessum sinnaskiptum Sáls. Og byrjum á að skoða hvernig framkoma Sáls var áður en hann snerist trúar. Og hver var framkoma hans þegar hann var á leið til Damaskus? Og við lesum í Póstulursögunni 9 og fyrstu 2 versin. En Sál blés enn ógnum og mandrapum gegn lærisveinum drottins, gekk hann til æðsta pressins og beiddist bréfa af honum til samkundana í Damaskus að hann mætti flytja í böndum til Jerúsalem þá hann kynni að finna og væri þessa vegar, hvort heldur karla eða konur. Svo hver var þessi Sál? Hann var farisei og við lesum það í 3. kafla Filippibréfs að hann var hebrevi af hebreum og farisei í afstöðu til lögmálsins. Og hann var umskorinn á 8. degi af Benjamins ættkvísl. Og það er sérstök ætt vegna þess að fyrsti konungur Ísraels, Sál, var einnig af þessari ættkvísl. Og athyglisvert að það er líklega þaðan sem hann fékk nafnið sitt frá Sál konungi, fyrsta konungi Ísraels. Og hann ofsótti kirkjuna. Nú hvaða umboð hafði hann til þess? Hann hafði umboð til þess vegna þess að hann var hluti af æðsta ráðinu. Það voru öldungar í Ísrael
70 öldungar Ísraelsþjóðarinnar. Og það segir að hann hafi verið á staðnum þegar að Stefán, fyrsti píslavottur Nýja testamentisins, var lagður af fótum hans og hann veitti samþykki fyrir grýtingu Stefáns. Og Sál, hann var hjartalega sammála því að drepa hann. Og við vitum líka frá lokum 7. kafla Postulasögunar að hann var ekki aðeins hluta af því, heldur sá hann Stefán deyja fyrir málstað sinn, málstað Krists. Og hann sá að andlit Stefáns ljómaði eins og engill og þá sá hann Stefán biðja fyrir fólkinu sem var að drepa hann, alveg eins og Jesú bað fyrir þeim sem krossfestu hann. Og hugsanlega hefur þetta gert hann enn ákafari í að ofsækja hina kristnu, því að það hefur átt sér stað einhver samfæring í hjarta hans, þannig hann hefur byrjað algjörar ofsóknir gegn kristni. Hvers vegna? Vegna þess að hann var dæmdur. Hann hafði fundið til sektarkenndar, en ekki vilja taka við því sem heilagur andi var að sýna honum. Og einnig var hann farisei og sá ógn kristninnar. Hann hefur talið að kristnin væri ógn við öllu því sem hann hafi þekkt hingað til. Og svo okkur sagt að hann hafi hafið miklar ofsóknir á hendur kristnum mönnum, af því marki að kristni menn tvístruðust út úr borginni í Jerúsalem. En hvað gerðu hinni kristnu þegar þeir dreifðust? Þeir boðuðu fagnaðarerindið. Þannig að það var í raun fullkomlega samkvæmt vilja Guðs að þeir dreifðust. Því þá fóru þeir frá Jerúsalem til Júdeu, til Samaríu og fluttu fagnaðarerindið allstaðar þar sem þeir komu. Og það sem að gerðist þetta, að þeir eru að flytja fagnaðarerindið núna til Damaskus, sem var höfuðborg Sýrlands, rétt hjá Ísrael. Og það var fjöldinn allir af samkunduhúsum. Og svo það að Sál, hann fær orð í Jerúsalem að þessi kristnir menn eru nú að boða kristni í Damaskus. Þeir eru nú að boða boðskapinn í allt annari borg. Svo hvað gerir hann? Hann skundar til Damaskus með morðógnanir. Og hann gat ekki beðið eftir að komast til Damaskus til að ofsækja kristnu þar, varpa fleirum af þessum kristnu í fangelsi og ofsækja þá, taka þátt í að grýta þá. Og margir hafa vafalaust tekið þátt í þessu morðæði með honum. Það er framkoma þessa manns, framkoma Sáls, áður en hann snerist til trúar. Og það er athyglisvert að framferðið hans var byggt á eins konar trúar ákafa. En þetta var ekki byggt á sannleika reikningarinnar. Ofsóknir hans byggðust í raun á ótta. Ótta við eitthvað sem að hann sá fyrir sér sem ógn við hans eigin trú. Og ekki bara það, hann sá það sem ógn við allt sem hann hefði lært og tileinkað sér. Og nú er líka athyglisvert hvernig tekið til orða þarna í þessu versi, þar sem að segir, þá væru þessa vegar. Það er dálítið athyglisvert. Og við sjáum í gegnum Postulasöguna að oft talað hina kristnu eins og þeir séu af einhverjum ákveðnum vegi. Og hvers vegna skyldi það vera? Og hvaða vegur er það? Hverjum fylgdu þeir? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn á lífið og enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo þetta virðist hafa orðið eins konar gælunafn hinna kristnu, fólk þessa vegar, vegna þess að þeir fylgdu honum sem var og er vegurinn. Mjög áhugavert. Og þetta er viðeigandi nafn yfir hinna kristnu vegna þess að þegar þú verður kristinn, þá breytist það hvaða leið þú ert að fara, ekki satt. Þegar þú fylgir veginum sem er Jesús, þá breytist líf þitt. Og eins og segir, ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný, í gamla var það engu sjá nýtt orðið til. Og ég held að allir sem að sannarlega taka móti Jesú í líf sitt geti vitnað það. Við tökum á móti Jesú að hann breytir lífi okkar og við förum að feta nýjan veg. Leið okkar breytist fyrir kraft heilags anda. Eða eins og segir í Efesus 2:3, við lifðum fyrrum allir
eins og þeir í mannlegum gildi vorum, þá lötu við vilja holdsins á hugsana vora og vorum að eðlunni til reiðina börn alveg eins og hinir. Við átum og drukkum og vorum glöð, ánægð með að gera hvað sem er. En svo náði Jesú tökum á okkur og við fórum að feta annan veg. Hugsanir breytast. Það breytist hvernig við tölum. Margir blóta í öðru hvoru orði áður en þeir mæta Jesú og þá breytist það, ekki fleiri blótsyrði. En svo sjáum við að þegar eitthvað kemur upp á, einhver svínar fyrir okkur í umferðinni eða eitthvað álíka, þá kannski missum við út úr okkur einhver orð sem koma ósjálfrátt út úr okkur, sem hafa kannski ekki komið í mörg ár. Og það holdið sem að kemur á yfirborðið og þið hafið örugglega öll einhvern tíma lent í því. En engu að síður þá það öll leiðin sem breytist, orðaforðin breytist og leiðin sem við fetum hún breytist. Er það þá fullkomið? Nei, ég geri enn heimskulega hluti, en nú snýst lífið að sækjast eftir því að ganga þennan nýja veg, sækjast eftir Guðs ríki og réttlæti frekar en verk holdsins. Allt lífið breytist fyrir anda Guðs og heilagur andi leiðir okkur nýja leið. Og þetta var framkoma hans gagnvart þeim sem voru þessara vegar, en nú skulum við líta á þegar að Kristur birtist honum í Póstlasögunni 9, 3 og 4. Það segir að þegar hann var á ferð sinni kominn í nánd við Damaskus, leiftraði skyndilega hann ljós af himni og hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Getið ímyndað ykkur þetta? Hann hlýtur að hafa vita hver þetta var sem var að tala við hann. En það segir þarna í versi 5, en hann sagði: Hver ert þú, Herra? Og þá var svarað: Ég Jesús sem þú ofsækir. Og hann segir í raun: Hver ert þú, Herra? Og hann vissi að það var Guð sjálfur, að hann þekkir Guð sinn, en þetta bjarta ljós, það sló hann bara í jörðina og hann heyrði raust hans og hann veit að þetta Guð. Og taki eftir því sem að Jesús sagði við hann: Ég Jesús sem þú ofsækir. En þessi farisi hefur hugsað með sér: Ég alveg búin að vera. Hann þekkir lögmálið, hann þekkir Guð sinn, Guð sem dómari, og hann hugsað með sér: Þetta á ekki eftir að enda vel. En hvað gerist? Honum ekki skolað burt af yfirborði jarðar. Hann fuðrar ekki upp fyrir ásjónu Guðs, alls ekki. Það segir þarna í versunum 6 og 7: En stattu upp og gakk inn í borgina og þér muni verða sagt hvað þú átt að gjöra, og förunautar hans stóðu orðlausir, þeir horfðu og þeir heyrðu að vísu raustina en sáu engan. Og annar staðar okkur sagt að Sál hafi séð Jesú, að hann var sjónarvottur hins uppreisna Jesú. Og svo segir hér í versunum 8 og 9: Sál reis á fætur, en þegar hann lauk upp augunum sá hann ekkert. En þeir leiddu hann við hönd sér inn í Damaskus. 3 daga var hann sjónlaus og át hvorki né drakk. Nú nokkrir áhugaverðir punktar í þessu. Ég vil að þið sjáu það fyrst og fremst að hvað segir Jesús? Sál, Sál, hví ofsækir þú hvern? Var hann að ofsækja Jesú? Hann var að ofsækja kristnamenn. Hann var að ofsækja kirkjuna. Var hann að ofsækja Jesús? Og hvers vegna? Vegna þess að við kirkjan, við kristnir menn, við erum líkami Krists. Og þegar einhver ofsækir kristinn mann, ofsækir hann Krist. Og þegar einhver ræðst á kristinn einstakling, hann að ráðast á Krist. Og hvers vegna það? Vegna þess að Jesús sagði: Það allt sem þið gjörið einu mínu minnsta bræðra, það hafið þér gjört mér. Og hugsaðum það. Mundu það næst þegar þú slúðrar annan bróður eða systur í Kristi. Næst þegar þú segir eitthvað slæmt og ræðst á einhvern með orðum þínum, annan bróðir eða systur í Kristi. Næst þegar þú ert að ausa reiði þinni yfir annan bróðir eða systur í Kristi. Veistu hverjum þú ert að gera þetta? Jesús.
því að Jesús sagði, það allt sem þið gjörðið einum minna minnsta bræðra, það hafið þið gjört mér. Og það segir frá því í Kólussubréfinu 3, 8-10, en nú skuluð þeir segja skilið við allt þetta, reiði, bræði, vonsku, lastmæli, svívirðilegt orðbragð, ljúið ekki hverja öðrum, því að þér hafið afklæstinum gamla manni með gjörðum hans og íklæstinum nýja sem endur nýjast til fullkomnara þekkingar og verður þannig mynd skapara síns. Þannig að við þurfum að hugsa vel hvert annað, því að við erum fjölskylda, kirkja, og við þurfum að bera kærleika til hvers annars. Nú ef þú hefur þörf fyrir að slúðra, prófaðu þá að nota jákvætt slúður í staðinn. Jákvætt slúður, það er eitthvað nýtt, hljómar frekar mótsagnakent. En prófaðu það. Ef þú ætlar að segja eitthvað bróður eða systur í Kristi, segðu eitthvað gott slúður þau, hvernig Guð er að blessa þau eða hvernig þau eru gott fordæmi fyrir aðra. Slúðraðu kærleika þeirra eða þjónustu, allt það góða í fari þeirra, slúðraðu það. En eftir þessa lífsreynslu þá gerðist eitthvað með Sál. Hann hafði verið vitni af því þegar að Stefán var grýttur, hvernig hann jafnvel bað fyrir þeim sem voru að taka líf hans og hvernig hann var fylltur heilugum anda, vitnaði að hann sæi inn í sjálfan himinin. Sál, hann vildi ekki trúa þessu. Jafnvel þó að heilagur andi hafi vafalaust reynt að ná til hans og reynt að samfara hann. Hann hefur vafalaust farið að sofa á kvöldin sem farisei, minnugur þess sem gerðist með Stefán, hvernig hann bað fyrir fólkinu sem var að drepa hann. Og núna eftir þessa reynslu gat hann ekki efast lengur. Það var hafið yfir allan vafa. Jesús er drottinn. Hann hefur orðið vitni að upprisu hans. Nú gat hann ekki lengur hunsað heilagan anda. Og þannig vinnur heilagur andi í okkur öllum. Hans starf er að sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur, og það er fyrsta skrefið inn í ríki Guðs, sannfæring heilags anda, og hann byrjar á því að sannfæra okkur, sýna okkur við erum syndarar sem þarfnast frelsara. Og Sál var þegar í því ferli. Og ef þú ert í vafa það hvort þú ert hólpinn, fyrsta skrefið er að viðurkenna að þú sért syndari sem þarfnast frelsara. Það er fyrsta verk heilags anda í lífi okkar. Sýnir okkar að við erum syndarar og við þurfum Jesú. En Sál, hann var að fara öfuga leið, en heilagur andi var að reyna að leiða hann til. Vegur Jesú Krists. Nú þetta var þegar Jesús birtist honum, en nú skulum við líta á sinnaskiptin sem við lesum í versunum 10-14. Og það segir í Damaskus var lærisveinn nokkur sem hét Ananías, við hann sagði drottin í sín, Ananías, og hann svaraði, hér er ég drottin. Og drottin sagði við hann, far þegar í stræti það sem kallaði hið beina, og í hús Júdasar skaltu spyrja eftir manni frá Tarsus heitir Sál. Hann er að biðja. Svo segir hann áfram að hann hefur í sín séð mann, Ananías að nafni, koma inn og leggja hendur yfir sig til þess að hann fái eftir sjón. Og Ananías svaraði, drottin, heyrt hef ég marga segja frá manni þessum, hve mikið illt hann hefur gjört þínum heilugu í Jerúsalem, og hér fer hann með vald frá æðsta prestinum að færa í bönd alla þá sem að ákalla nafn þitt. Og sérðu hvað Ananías er að gera þarna? Hann er að rökræða við Guð. Þú ert að segja mér að fara að leggja hendur og biðja fyrir þessum manni. Hann er hausaveiðari. Hann er með pappíra frá Jerúsalem. Hann getur handtekið hvaða kristna mann sem er í Damaskus. Og mundu það drottin, ég er einn af þessum kristnu. Nafni mitt gæti verið á listanum. Og drottin vinsamlegast leyfði mér bara að komast undan þessu, svo ég þurfi ekki að fara að biðja fyrir þessu manni. Hann er hræddur. En röddin að himni, hún heldur áfram þarna í 15. versi. Drottin sagði við hann,
Far þú því að þennan mann hef ég valið mér að verkfæri til þess að bera nafnið fram fyrir heiðingja, konunga og börn Ísraels. Sérðu það? Jafnvel þó hann hafi verið að drepa hina kristnu, af ótrúlegri náð þá ætlar Guð að bjarga honum og þá mun hann verða útvalið verkfæri til að koma fagnaðaröndinu til heiðingja, konunga og Ísraelsmanna. Og við sjáum þetta allt í gegnum postulasöguna. Hann fer til heiðingja með fagnaðaröndið Jesú Krist og færir það jafnvel til konunga. Hann færir konungum fagnaðaröndið og hann var færður fram fyrir Neró í tvígang. Og ég viss það þegar Páll fékk tækifæri til að koma fram fyrir Neró, þá flutti hann honum fagnaðaröndið. En svo flutti hann einnig Ísraelsmönnum fagnaðaröndið og það er ákveðið minnstur í gegnum postulasöguna eftir að Páll sannfærðist. Það fyrsta sem hann myndi gera var að fara til borgar til að stofna kirkju. Hann fór fyrst í samkundu og predikaði út frá lögmáli spámannana, hvernig Jesú var í Messías og hann uppfyllti þessa köllun sem honum var gefin, að fara líka til barna Ísraels. Og svo segir hér í versi 16, og ég mun sýna honum hversu mikið hann verður að þola vegna nafns míns. Og spurning, hvernig sýndi Guð Sál allt sem hann átti að þjást? Var það í sýn? Sennilega var það þannig. Hann fara að sjá hvernig hann þurfti að upplifa skipskaða, hvernig hann átti eftir að hafa marga andstæðinga, jafnvel innan kirkjunar, hvernig hann ætti eftir að enda í fangelsi og endanum missa höfuðið. Og það ótrúlega er að Sál hlýddi kallinu, vegna þess að hann var svo ákafur þá ótrúlegu náð sem hann hafði bjargað hann. Hvers vegna hlýddi hann svona kalli? Vegna þess að Jesú bjargaði honum, dró hann upp úr gryfju reiði og ofsóknum og breytti honum frá ofsækjanda í boðbera fagnaðarins Jesú Krist. Og hvers vegna ættum við að vera ástríðufull að deila Kristi með öðru fólki? Hvers vegna ættum við að þola ofsóknir í vinnunni frá fjölskyldumeðlum eða hverjum sem er? Vegna þess að Jesú bjargaði þér líka fyrir sína ótrúlegu náð. Hann bjargaði þér og þú hefur köllun til ákveðins hlutverks. Og við lesum í Rómarbréfinu 1:16, ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðaröndið, það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst en einnig Grikkjum. Hver sem trúir. Og það knúði Pál áfram þessi ótrúlega náð sem hann hafði öðlast frá Jesú Kristi. Hann er valið verkfæri til að koma nafni Jesú til alls heimsins. Og þá erum við komin hér í 17. vers þar sem segir, þá fór Ananías á stað, gekk inn í húsið og lagði hendur yfir hann og mælti, Sál bróðir, Drottinn hefur sendt mig, Jesús sá birtist þér á leið þinni hingað, þú átt að fá aftur sjón þína og fyllast heilögum anda. Og jafnskjótt var sem hreistur féll af augum hans og hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast og síðan neytti hann matar og styrtist. Og þetta er áhugavert, eftir að hafa rökrætt aðeins við Guð, fer hann og leggur hendur á Sál og eftir að hann hefur lagt hendur á Sál er hann fylltur heilögum anda. Sál hefur snúist til trúar og hann kallar hann Sál bróðir. Nú hvenær snerist Sál í raun og veru? Á leiðinni til Damaskus þegar að Jesús birtist honum. Hann frelsast þar, en hann var ekki enn fylltur heilögum anda. Og það eru 3 mismunandi upplifanir samkvæmt ritningunum á heilögum anda. Þá fyrstu höfum við séð nú þegar að það er þegar hann sannfærir synd. Það er þegar heilagur andi sannfærir þig og leiðir þig til Krists. Það er fyrsta reynslan með heilögum anda, sannfæring heilags anda. Og önnur upplifun með heilagan anda er þegar þú frelsast og tekur á móti Kristi. Það er þá sem að þú meðtekur heilagan anda hið innra með þér. En svo er það 3. reynslan, það er það sem ég myndi kalla skýrn heilags anda, það að fyllast heilögum anda. Og það er ekki eitthvað sem að gerist aðeins einu sinni. Ég held að það geti gerst ítrykkað í gegnum okkar kristna líf og þess vegna segir í Efesusbréfinu 5:18, fyllist heldur andanum. Og ég trúi því að það sé upplifun sem við höfum
eftir að við tökum trú þar sem þú fyllist heilugum anda eins og Páll. Og til hvers? Til að gera þig hæfan, til að styrkja þig, til að gera það sem Guð hefur kallað þig til að gera. Og það er það sem að Jesús sagði að lærisveinarnir ættu að biðja þegar þeir fóru til Jerúsalem. Þeir ættu að biðja og bíða eftir heilugum anda. Jesús sagði í Póstlagasögunni 1:8: En þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Höfðu þeir ekki þegar fengið heilagan anda? Jú, því að það segir í Jóhannes 20:22. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: meðtaki heilagan anda. Þeir hefðu þegar tekið á móti heilagum anda, en það var önnur reynsla eftir að hafa fengið heilagan anda að fyllast heilagum anda. Og ég myndi kalla það skírn heilagsanda eftir hjálpræðið. Og það er gott að biðja það. Jesús sagði að við getum beðið það. Og Jesús sagði okkur að fyrst þér sem eru vondir hafið vitað að gefa börnum eða góða gjafir, hve miklu fremur mun þá Faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Segðu einfaldlega að Drottinn, fylltu mig með þínum heilagan anda og styrktu mig, og það færi kraftin í líf þitt þar sem þú ert fylltur heilagum anda. Svo segir í versunum 19 og 20: Síðan neytti hann matar og styrktist. Sál var nokkra daga hjá lærisveinunum í Damaskus og tók þegar að predika í samkunduhúsum að Jesús væri sonur Guðs. Sjáðu breytingun á þessum manni. Hann fór til Damaskus til að ofsækja kristna menn og nú er hann að predika Jesú. Það er ótrúleg náð. Og síðan 21. versið: Allir þeir sem heyrðu það undruðu stórum og sagðu: Er þetta ekki maðurinn sem í Jerúsalem hugðist eyða þeim sem ákölluðu þetta nafn? Kom hann ekki hingað til að fara með þá í böndum til æðstu prestana? Og svo 22. versið: En Sál eldist æ meir og gjörði þá gyðinga sem bjuggu í Damaskus rökþrota hann sannaði að Jesús væri Kristur. Nú spurning, hvernig sannaði hann að Jesús væri Kristur? Og það eru tvær leiðir: fyrir sinn eigin vitnisburð og fyrir orð Guðs. Því að Biblían segir okkur í Åpenböruningbókinni 12:11 að þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns, og eigi var þeim lífið svo kært að þeir ægði dauði. Og eina leiðurum til að vera vitni fyrir aðra er að segja: Ég var áður svona, þá hitti ég Jesú og ég er núna svona. Því þegar við deilum slíkum vitnisburði með fólki, getur fólkið ekki deilt breytt líf okkar. Það er erfitt að rökræða gegn slíkum vitnisburði. Og Páll var að færa sönnur á að Jesús var í Messías. Hann vitnar og segir: Ég kom til þessara borgar til að ofsækja kristna menn. Jesú mætti mér á leiðinni til Damaskus, hann fyllti mig á heilagum anda og nú er ég boðberi hans. Það er hans vitnisburður. Og hann notar líka orð Guðs og vitnar í ritningar eins og í Gamla testamentinu, Jesaja 53 og Sálm 22. Og hann segir: Þannig passar Jesús inn í ritninguna. Hann deildi orði Guðs með þeim og sannaði að Jesús er Messías, Kristur, og með vitnisburði sínum og orði Guðs. Og við ættum líka að gera bæði. Og svo segir í versi 23 og 25 að allmörgum dögum liðnum réðu gyðinga með sér að taka hana lífi. En Sál fekk vitneski að ráðagjöf þeirra og þeir gættu borgarhliðana nótt og dag til að ná lífi hans. En lærisveinarnir tóku hann nótt og komu honum út fyrir borgarmúrin með því að láta hann síga ofan í körfu. Getur þú ímyndað þér miðja nótt? Hann sígur niður í körfu yfir múr Damaskus og svo kom hann til Jerúsalem og reyndi að umgangast lærisveinana og þeir eru allir hræddir við hann, trúa því ekki að hann sé nú lærisveinn. Svo jafnvel postularnir og gyðingarnir í borginni segja: Þessi maður gæti verið njósnari, ég vil ekkert með hann hafa. Þeir ýta honum frá sér. Og svo í versunum 27 og 8: En Barnabas tók hann að sér, fór með hann til postulana og skýrði þeim frá hvernig hann hefði séð Drottinn á veginum, hvað hann hefði sagt við hann og hversu
einarlega hann hefði talað í Jesú nafni í Damaskus, dvaldist hann nú með þeim í Jerúsalem, gekk þar út og inn og talaði einarlega í nafni Drottins. Kærleiksríkur maður hann Barnabas. Þetta nafn Barnabas var í raun gælunafn og þýddi sonur hvatningar. Hann hafði upphaflega verið skírður Jósef, en fékk á sig þetta nafn vegna þess hve fús hann var til að hvetja aðra til dáða. Alltaf þegar þú sérð hann í postulásögunni, sérðu hann hvetja einhvern, hjálpa einhverjum, vera málsvari einhvers, taka einhvern eins og Sál undir sinn verndarvæng og vera talsmaður þeirra sem þess þurftu með. Og hann segir, treystu þessu manni, hann nú hólpinn. Hann hefur slíkan anda til hvatningar að jafnvel þegar Sál, sem þá var kallaður Páll, þegar hann vildi taka Jóhannes sem kallaður var Markús með í trúboðsferð, vegna þess að hann hafði yfirgefið þá í fyrri trúboðsferð þeirra, þá var það Barnabas sem vildi gefa honum séns. Og leyfðu honum að koma með í 3. trúboðsferðina. Ekki láta svona. Það er styrkur í því. Og við þurfum líka að vera eins og Barnabas, vera hvatning fyrir hvort annað, taka máli hvors annars, styðja við hvort annað, og því að það myndi Barnabas gera. Gerum það fyrir aðra. Og síðan vers 29-31, hann talaði og háði kappsræður við grískumælandi gyðinga, en þeir leituðust við að ráða hann að dögum, og þegar bræðurnir eru þess vísir, fóru þeir með hann til Sesaríu og sendu hann áfram til Tarsus. Nú hafði kirkjan frið alla Júdeu, Galileu og Samaríu, og hún byggðist upp og gekk fram í ótta Drottins og óx við styrkingu heilags anda. Og takk eftir því, í ótta Drottins og í styrkingu heilags anda. Þannig byggðist kirkjan upp og Drottin bætti daglega við í hóp þeim frelsast létu. En nú erum við búin að sjá hvernig Sál var Páll, hvernig hann kom fram við hina kristnu og hvernig hann var sjónarvottur á upprisu frelsar okkar, köllun hans og lífsreynsla. Og lokum langar mig að beina athygli ykkar að hugrekki hans. Og margoft í þessum kafla, fyrst og fremst í Damaskus og síðan í Jerúsalem, þar segir að hann sé djarflega að boða fagnaðarendi Jesú Krist, að því marki að þeir gyðingar flæmdu hann út úr borgin í Damaskus, þannig að það var að láta hann síga í körfu við vegginn miðja nótt til að komast undan. Og svo kemst hann til Jerúsalem, höfuðborgar þessar trúarleituga sem vildu drepa hann. Og hvað gerir hann? Tvisvar segir að hann boðaði djarflega með hugrekki Jesú Krist. Og það er fátt sem getur betur borið vitni kraft heilags anda sem bjó í honum. En helstu sönnunin heilagan anda í lífi okkar er að hann starfar í lífi okkar eins og segir í Postulásögunni 1:8. En þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður. Og þannig vil ég loka þessari ræðu minni í dag og bara vona að þetta hafi verið ykkur blessun. Amen.